Þá tekur hver fyrstur til máls. Þá er það borgarstjóri, fyrstur á mælendaskrá. Forseti, ágæta borgarstjórn. Í framhaldi af samkomulagi loftslagsfundar Sameinuðu þjóðanna í París í desember síðastliðinn var skipaður pólitískur stýrihópur í upphafi þessa árs, þar sem oddvitar allra flokka sitja ásamt mér og starfsfólki umhverfis- og skipulagssviðs Ólöfu Örvarsdóttur og Hrönn Hrafnsdóttur, auk Elíar Katrínar Guðmundsdóttur borgarritara og þeim borgarfulltrúum Heiðu Björgu Hilmisdóttur, Hildi Sverrisdóttur og Hjálmari Sveinssyni. Hildur og Hjálmar eru fulltrúar umhverfis- og skipulagsráðs og Heiða Björg kemur sem fulltrúi Samfylkingarinnar og borgarráði. Í erindisbréfi hópsins kemur fram að hlutverk hans er að endurskoða og marka pólitíska stefnu tímasett markmið og aðgerðaáætlun á grundvelli tillagna starfshóps aðlögun vegna loftslagsbreytinga, samþykktir af stefnumörkunar og skuldbindinga borgarinnar eins og það er orðað, en skýrsla starfshóps loftslagsbreytingar lá fyrir í aðdraganda Parísarfundarins. Hópnum var einnig ætlað að gera tillögu ný töluleg markmið losun gróðurhúsalofttegunda í Reykjavíkurborg, en einnig í rekstri Reykjavíkurborgar. Jafnhliða verði sett fram töluleg markmið þátttöku og ábyrgð borgarbúa og starfsmanna Reykjavíkurborgar. Þessi stefna og aðgerðaáætlun liggur nú fyrir í drögum og var sett inn á vef borgarstjórnar fyrir í dag. Hún hefur ekki verið afgreidd endanlega frá hópnum, en ég vonast til þess, enda hefur verið ágætis samstaða og góð vinna í hópnum, að það verði gert núna á næstu dögum. Við höfum skuldbundið okkur til þess að skilgreina markmið borgarinnar, borgarrekstrarins fyrir lok júnímánaðar og höfum þess vegna verið að vinna eftir stífu tímaplani undanfarnar vikur. En stefnan er sem í tveimur hlutum, annars vegar það sem lýtur að samfélaginu, borginni í heild sinni og hvernig Reykjavíkurborg sem stjórnvald og sveitarfélag getur stutt við íbúa og atvinnulíf í því að ná markmiðum í loftslagsmálum. Og eftir nokkra yfirlegu og meðal annars fundi með sérfræðingum sem kallað voru til, Brynhildi Þorgeirsdóttur sem prófessor á þessu sviði í háskólanum, raunar líka stjórnarformaður Orkuveitu Reykjavíkur, Halldóri Björnssyni, veðurfræðingi og Jóni Ágústi Þorsteinssyni sem mjög framarlega í þessari umræðu, að þá sett fram sú stefna að kolefnishlutleysi borgarinnar í heild fyrir árið 2040 og hins vegar sett fram stefna sem lýtur að rekstri Reykjavíkurborgar, meðal annars bílaflotans, vinnustaða borgarinnar og skráningu upplýsinga, og þar einnig stefnt að kolefnishlutleysi. Báðum hlutum stefna fylgir aðgerðalisti til ársins 2020, en í anda Parísarsamkomulagsins gert ráð fyrir að aðgerðirnar verði endurskoðaðar á 5 ára fresti, ef ekki segja að minnstakosti á 5 ára fresti. En þetta auðvitað lykil stefnumótun bæði í umhverfismálum en líka í borgarþróun almennt. Það væri hægt að fara ítarlega yfir hvern þátt fyrir sig, þann vanda sem heimsbyggðinni stafar af loftslagsbreytingum og þá ábyrgð sem að við eigum og þurfum að axla í þessum efnum eins og aðra borgir, eins og önnur samfélög. Ég ætla ekki að fara yfir það allt og það verði alveg efni í heila ræðu, heldur rekja drögin eins og við standa núna, fyrsta lagi varðandi stefnu borgarinnar í loftslagsmálum og hins vegar varðandi rekstur Reykjavíkurborgar. Markmið Reykjavíkurborgar að verða kolefnishlutlaus fyrir árið 2040 og mun aðlagast að loftslagsbreytingum með vistmænum og mannvænum hætti, segir hér. Aðgerðirnar verða endurskoðaðar árið 2020 og 5 ára fresti eftir það. Árangur verður mældur á 2 ára fresti miðað við stöðuna 2015. Þarna eru ýmis álitamál sem hefur verið farið yfir í hópnum og ég ætla ekki að rekja að sinni. En ég held að það sé svolítið mikilvægt að það liggi skýrt fyrir bæði hvaða markmið við setjum okkur og hvernig við ætlum að meta árangurinn.
Við höfum látið vinna fyrir okkur minnisblað af hálfu verkfræðistofunnar Mannvit og það kristallast í því minnisblaði að það sem að telur mest eru skipulagsmálin og samgöngurnar, þétting byggðar og samspil þess við umferð og samgöngur og orkunotkun. Þannig að fyrst koma hér markmið hvað það varðar. Það eru 10. markmið aðalskipulags sem auðvitað eru þegar samþykkt hér í sölum borgarstjórnar en eru lykilþáttur í að ná markmiðum í loftslagsmálum. En það er jafnframt sagt að bílaumferð og almenningssamgöngur verði laus við losun gróðurhúsalofttegunda árið 2040. Er það fyllilega útfært? Nei, það er það ekki, en það er samt sem áður skýr stefnumörkun og eftir því sem að tímanum vindur fram verður leitað fanga við að ná því markmiði með mörgum og fjölbreyttum leiðum. Svo segir Reykjavíkurborg beitir sér fyrir eflingu almenningssamgangna með hraðvögnum eða léttlestun, svokallaðri borgarlínu í samvinnu við önnur sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu og samgönguyfirvöld. Þetta er auðvitað snarþáttur í framkvæmd svæðisskipulags en er líka hluti af orkuskiptum í samgöngum. Stutt verður við orkuskipti í samgöngum og stuðla að aukinni hlutdeild rafvæddra samgangna í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur, meðal annars með því að standa fyrir uppsetningu hraðhleðslustöðva í bílastæðahúsum borgarinnar, setja upp hraðhleðslustöðvar við valdar byggingar á vegum borgarinnar fyrir gesti og starfsfólk. Reykjavíkurborg vinni með Orkuveitu Reykjavíkur að hugmyndum uppsetningu hleðslustöðva í hverfum, setja fram áætlun hvernig strætó og væntanleg borgarlína geti alfarið gengið fyrir orkugjöfum sem eru lausir við losun gróðurhúsalofttegunda og að regluverk Reykjavíkurborgar og fyrirtækja eigu hennar verið rýnt með það að markmið að ryðja úr vegi hindrunum fyrir rafvæðingu samgangna og auðvelda innleiðingu þeirra. Þannig verður að velta upp hlutum eins og því hvort að í deiliskipulagi að kveða á að í hverjum nýjum bílakjallara verði hægt að stinga í samband, en þarna getur ýmislegt annað komið líka til skoðunar. Stefnt verður að draga úr samgöngum með áherslu á rafræna þjónustu borgarinnar fyrir einstaklinga, fjölskyldur og fyrirtæki, stuðla verður að því að frístundatilboð og þjónusta sem ekki rafræn verði veitt sem næst notendum eða gerð aðgengileg með vistvænum faramátum innan hvers borgarhluta í gegnum staðsetningu þjónustunar, fyrirkomulag samgangna og með gerð hverfisskipulags fyrir öll hverfi. Unnið verður áætlun til að stytta vegalengdir og draga úr umferð vegna flutnings jarðefna vegna byggingaframkvæmda. Raunar mjög stórt mál sem var farið vel yfir í hópnum. Auknir sjóflutningar koma þar til greina, þar að segja jarðefnaflutningar á prömmum. Í þessu skyni verður unnið umhverfismat og frekara grjótnámi og jarðefnavinnslu í Geldinganesi en skýrsla verkfræðistofunnar Eflu var kynnt í hópnum og vísað til borgarráðs og fekk þar í ákvæða umfjöllun. Stefnt verður að rafvæðingu Faxaflóahafna og í því skyni sóst eftir samstarfi við ríki, orkusölufyrirtæki og aðrar hafnir. Tillögur hafnarstjóra þetta efni liggja fyrir, hvernig stigin verður fyrstu skref þarna. Unnið verður að snjallvæðingu byggingu og innviða borgarinnar til að stuðla orkusparnað og draga úr sóun auðlinda, meðal annars í samvinnu við félagsbústaði. Þetta er þegar snarþáttur í tillögugerð snjallvæðingu borgarinnar. Varðandi landnotkun er vísað í markmið aðalskipulags þéttingu byggðar og hlutfall nýrra íbúða innan þéttbýlismarka 90%. Unnið verði áætlun og skilgreindir hvatar sem miða að fækkun bensínstöðva. Þarna liggur stefnumörkum borgarinnar fyrir en þessir hvatar hafa ekki verið nægilega skilgreindir ennþá og er þá næsta skref á þessari leið. Markmiðið verði að dælur fyrir jarðefnaeldsneyti innan borgarmarkanna verði 50% færri árið 2030 og verða mestu horfnar árið 2040. Gerð verði fýsileikakönnun fyrir vindmyllugarð innan borgarmarkanna í samvinnu við Orkuveitu Reykjavíkur. Hugmynd sem hefur verið fleygt en ekki verið skoðuð. Fyrir árslok 2016 verði möguleg kolefnisbinding með skógrækt og endurheimt votlendis kortlögð. Unnið verði skógræktaráætlun fyrir Geldinganes, meðal annars með tilliti til skjólmyndunar og framtíðarsýnar nýtingu og skipulags svæðisins. Þar fái skólar, stofnanir og fyrirtæki borgarinnar reiti til gróðursetningar og kolefnisjöfnunar á starfsemi sinni. Þetta er ekki bara loftslagsmál, þetta getur líka verið skjólmyndandi fyrir Grafavog og ákveðnar byggðir, austan Kringlumýrarbrautar sérstaklega. Varðandi vitundavakningu sem er áherslupunktur, þó að verkfræðilega sé erfitt að draga fram hvað það felur í sér, að þá á lykil áhersla að vera á áframhaldandi samstarf við atvinnulífið. Atvinnulífið hefur sýnt sig vera mjög jákvætt fyrir því að ná markmiðum í loftslagsmálum
og fleiri en 100 fyrirtæki gengu til liðs við borgina og festu í því stóra verkefni. En það er mikilvægt að byggja ofan á þau fyrstu viðbrögð og árangur og þannig að styðja við lækkun útblásturs og draga úr myndun úrgangs. Það er hér sett fram markmið að tvöfalda fjölda þeirra sem eiga aðild að festueyfirlýsingunni næstu 5 árum. Það er líka talað að setjast að verkefni við að draga úr matarsóun í tengslum við nýtnivikuna, að setja verið upp vefi til að efla almenna þekkingu á því hvernig draga megi úr losun gróðurhúsalofttegunda og gera heimili kolefnishlutlaus, og matarstefnan sem í mótun, að það er kallað eftir því að í henni verði sett fram áfangaskipta áætlun fyrir lok árs 2017 til að efla staðbundna matamenningu, framleiðslu og ræktun. Í úrgangsmálum, sem gríðarlega mikilvægur málaflokkur í þessu, stefnt að úrgangsflokkun á grenndarstöðvum, að þeim verði fjölgað á tímabilinu í samræmi við aðgerðaáætlun í úrgangsmálum, að íbúar fái fræðslu og hvatningu til að stunda heimajarðgerð. Lokið verður við byggingu gas- og jarðgerðarstöðvar árið 2018 og hafi verið söfnun á lífrænum úrgangi árið 2019 þegar gas- og jarðgerðarstöðin verður risin. Aðgerðir til þess að aðlagast loftslagsbreytingum verði fólgnar í því að kortleggja helstu áhættuþætti, þar með talið flóðasvæði, eins og hefur þegar verið gert að ýmsu leyti, setja inn á skipulag og gera áætlun nauðsynlegar mótvægisaðgerðir sem ólokið. Innleiða blágrænar ofanvatnslausnir og gera ráð fyrir grænum lausnum við flóðavarnir auk tæknilegra lausna. Mælikvarðarnir og þessar samfélagslegu aðgerðir að meta heildarlosun gróðurhúsalofttegunda sem verður til innan Reykjavíkurborgar og heildarkolefnisbindingu innan borgarmarkanna. Varðandi markmið í rekstri Reykjavíkurborgar í loftslagsmálum, að þá sett að markmið að reksturinn verði kolefnishlutlaus árið 2040. Aðgerðirnar verði endurskoðaðar á 2020 og 5 ára fresti eftir það í samræmi við Parísarsamkomulagið, en árangur verður hins vegar mældur árlega. Og hver eru þær? Jú, að grænar áherslur verði ekki val heldur skylda í öllum rekstri borgarinnar, þannig að öll svið og starfsstaður eiga að taka þátt í grænum skrefum eigi síðar en í árslok. Nú allir orðnir nokkuð kunni í grænum skrefunum, en nú erum við að segja allir með. Þetta bara lykilþáttur í rekstri borgarinnar að vinna í samræmi við grænar áherslur og við viljum fá alla með. Við viljum líka 100% bílaflota Reykjavíkurborgar nota orkugjafa sem laus við losun gróðurhúsalofttegunda árið 2025. Við viljum setja upp ferli til að styðja við kolefnishlutlaus innkaup, skrá ferðaheimildir, þannig að telja þurfi fram losun með flugi, setja upp nýtt verkefni undir grænum skrefum með leiðbeiningum hvernig vinnustaðir geta orðið kolefnishlutlausir og eða dregið úr myndun úrgangs, að sérstök loftslagsáætlun leik- og grunnskóla verði sett fram þar sem gert verður ráð fyrir virkri þátttöku barna og unglinga við aðgerðir, mælingar og eftirfylgni, að ferðir starfsmanna til og frá vinnu verði kannað með árlegri ferðavenjukönnun sem gerð verið í fyrsta skipti árið 2017 og fyrir 2018 standi öllum starfsmönnum Reykjavíkurborgar í fullu starfi til boða að fá greitt fyrir að ferðast á hagkvæman og vistvænan hátt til og frá vinnu með undirritun samgöngusamnings. Grænt bókhald yfir notkun jarðefnaeldsneytis, losun gróðurhúsalofttegunda, orkunótkun og úrgangsmagn verði sett upp og birt árlega á vefsíðu grænna skrefa í rekstri Reykjavíkurborgar frá og með næsta ári. Mælikvarðarnir verða sum sé losun gróðurhúsalofttegunda, losun vegna vinnutengdra flugferðastarfsmanna, losun gróðurhúsalofttegunda vegna ferðastarfsmanna til og frá vinnu, magn úrgangs frá starfsemi Reykjavíkurborgar og kolefnisbinding vegna trjáræktar. Tillögunum fylgir allítarleg greinargerð sem gerir stuttlega grein fyrir hverjum og einum punkti. Hún ber auðvitað með sér að í þessu starfi nutum við því að vera ekki að koma að þessum málum í fyrsta sinn. Við erum að byggja á þegar gildandi stefnumörkun en að herða svolítið taktinn og hnykkja á áherslum. Við hefðum ekki komist lönd eða strönd í þessu verkefni án ötular vinnu Hrannar Hrafnsdóttur, starfsmanns umhverfis- og skipulagssviðs sem hélt utan þetta. Við nutum atbeina líka bæði sérfræðinga og forystu umhverfis- og skipulagssviðs. Ég held að
þó að byggt hafi verið á góðum grunni þá sé þetta ákveðin tímamótastefna og ég held að það skipti máli að svo hópur sem var kallaður að því að móta þetta plagg fái hlutverk í því að fylgja þessu eftir einnig. Þegar að við afgreiðum þetta endanlega held ég að við höfum að bæta því við að þessi stýrihópur sem að koma því að móta þessi drög verði jafnframt falið að fylgja þessu eftir. Þar með undirstrikum við mikilvægi þessa verkefnis í framhaldinu og tryggjum nauðsynlega eftirfylgni. Ég vil þakka öllum sem hafa komið að þessu, oddvitum og fulltrúum úr ráðunum, kærlega fyrir skemmtilegan sprett. Þetta voru ekki margir fundir en þeir voru mjög efnisríkir. Við fórum yfir gríðarlega mikið efni og einbeittum okkur að því að vera býsna skýr í því sem kæmi út úr þessu. Sumir kannski súpa hveljur yfir því hversu skýrt þetta og það alveg rétt, þetta mjög metnaðarkennt, en oft var þörf en nú nauðsyn. Hv. borgarstjóri hefur lokið máli sínu og þá tekur Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, næstur til máls. Já, forseti og góðir borgarfulltrúar. Borgarstjóri hefur farið yfir drög að þessari skýrslu. Það stuttur tími eftir til þess að vinna þetta og við vorum einmitt að tala saman í og borgarfulltrúi Guðfinna Jóhanna Guðmundsdóttir að sennilega kæmist hvorugt okkar á morgun á fundinn. Það kann nú alveg að vera að maður vilji vera með einhverja svona smá ábendingar í bókunni einhverju slíku í restina eins og gengur að gerist í svona vinnuhópum. Ég var nú alveg eftir að sjá það endanlega. En ég tek undir með borgarstjórum það að þetta er búið að vera skemmtileg vinna og það er búið að vera mikil drift í starfsmanni okkar, hann Hrönn, sem að hefur farið mjög vandlega yfir þetta með okkur og það er auðvitað fullt af hugmyndum í gangi. Og það er auðvitað ákveðin markmið sem að við erum bara ákveðin í að ná. Alveg sama hvort að það er borgin eða ríkið, við erum öll svona nokkurn veginn á sömu leiðinni. Það kann að vera að aðferðirnar verði eitthvað misjafnar, ég held þó ekki aðalatriðum. Því að það sem mér kannski mikilvægast í þessu er það að við erum bara sammála um það að við viljum draga úr mengun og við viljum ná markmiðum kolefnishlutleysi og slíka þætti sem að farið yfir ágætlega í þessari skýrslu. Og þar erum við alls ekkert eina báti. Hér var höfuðborgarráðstefna í fyrra, þar sem við fengum að kynnast því, við hafum segja höfuðborgir Norðurlandana. Sú ráðstefna var haldin hér þessu sinni í Reykjavík. Þar sem við fengum að kynnast því hvaða stefnu hinnar borgirnar eru með og það virtist engum máli skipta hvaða meirihlutar voru þeim borgum, hvort það var hægri eða vinstri. Alls það voru mjög svipuð markmið það að ná árangri á þessu sviði. Og við getum auðvitað að tala okkur hásjær í allan dag hvort að við trúum þeim spám, vesturspám og næstvestuspám og svo framvegis það hvaða áhrif hækkandi hitastig á jörðinni hefur og hversu mikið mannanna verk hafa að segja í því. Við getum þá alveg sagt sem svo, ok, við trúum svona mátulega á það. Það er að segja þau okkar sem eru efasemdafólk á því sviði. En svona aðgerðir, hverju skila þær fyrir utan það að með því að draga mengun að þá dregur úr loftslagsáhrifunum? Það skila bara betra umhverfi. Það skila bara minni mengun í því borgarumhverfi sem við viljum búa í og eru bara skynsamlegar út frá kostnaði samfélagsins. Þannig að þetta finnst mér mjög mikilvægt að hafa í huga. Og ég ætla ekki svo sem ekki að hafa mörg fleiri orð þetta en það eru svona þættir sem að ég myndi gjarna vilja að sjá betur ávarpa þarna inn í þessu og það eru þetta þættir eins og það sem að þið eru ekkert alltaf til í að ræða hérna í meirihlutanum. Það er að umferðin sem er náttúrulega alveg gríðarlega stór áhrifavaldur í borginni. Það eru þetta mikil mengun af umferðinni og við höfum ekki náð þeim árangri að endurnýja bílaflotan
það mikið að tæknin vinni nægilega með okkur. Það er aukning í umferð og þar að leiðandi aukning í útblæstri. Borgin gæti alveg gert meira í því að bæta þetta með betri umferðarmannvirkjum, með því að auka og bæta flæði umferðar. En í rauninni hafa aðgerðir meirihlutans gengið út á þveröfugt, gengið út á það að minnka flæði umferðar, láta bíla bíða lengur á ljósum, eins og á Hofsvallagötu, eins og á Grensásvegi, og þannig að það er alveg hægt að fara í aðgerðir þar sem að ég ætlum að nefna bannorðið mislæg gatnamót, það virðist aldrei mega að tala um mislæg gatnamót. Það er alveg hægt að fara í aðgerðir öðruvísi en það að búa til einhverja risaslaufur eins og er inn við Elliðaár eða einhver slík mislæg gatnamót. Það er algjörlega hægt. En það virðist vera bannorðið á ykkur og þetta er auðvitað eitthvað sem ég myndi vilja ávarpa þó að ég þurfa að gera það í bókun í þessari skýrslu. Svo tek ég að því, ég vil taka það fram, þetta teki bara undir lang flesta því sem þannig kemur fram, en það hef ég ásamt fleirum í nefndinni tekið umræðu það. Jarðefnaflutninga til dæmis eitt dæmi sem er hægt að nálgast mjög skynsamlega. Sundabraut er dæmi það hvernig við getum bætt flæði umferðar og dregið úr mengun með því að stytta vegalengdir og bæta flæði. Rafvæðing hafna sem er ávarpað í skýrslunni, virkilega spennandi tækifæri. Staðbundin ræktun, minni flutningar á mat, þannig að það er eitthvað sem kemur meðal annars inn á eitt sem við höfum auðvitað oft talað borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins, og það eru skólagarðarnir. Þetta að auka vitund okkar, barnanna og okkar allra það hvaða tækifæri við höfum í ræktun. Þannig að tækifærin eru alveg óendanlega mörg og ég nefni hérna nokkur dæmi sem að ég held að við gætum bætt inn í þessa skýrslu, til dæmis þetta að bæta flæði umferðar. Það ætti að vera markmið til þess að gera hana menguna minni. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Það tekur Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, næstur til máls. Forseti og ágæta borgarstjórn. Þetta er kannski þannig í grunninn stóra vandamálið, stóra myndin sem við erum að tala er að okkar fremstu vísindamenn alls staðar í heiminum telja það og telja þessi órækar sannanir það að heimsbyggðin glími núna við mikla umhverfisógn og hún stafar af hömlulausum útblástur gróðurhúsalofttegunda og í sinni einföldustu mynd þetta þannig að mannkynið hægt og rólega að tæma kolefnisauðlindir í iðrum jarðar og pumpa þessum auðlindum upp í aðra takmarkaða auðlind sem andrúmsloftið, sem sameiginleg sameiginlegur lofthjúpur jarðar. Mér langaði aðeins að koma inn á svona skipulagsmál og umhverfismál í þessari umræðu og mér langar að vitna aðeins hér í gögn sem að fylgdu dagskránni og þar þetta eru gögn sem fjallað mótvægisaðgerðir og það meðal annars vitnað í minnisblað eða skýrslu sem heitir Climate Action in Megacities og þar verið að skoða hvaða mótvægisaðgerðir hafa mest áhrif voru hagkvæmastar og skilvirkastar og þarna greint frá 127 mismunandi mótvægisaðgerðum í 19 borgum og þær mótvægisaðgerðir í þessum 19 borgum, þær standa fyrir, eða þær sem hafa mest áhrif standa fyrir 60% af samdrætti, þær eru samgöngur, orkumál og sorp, úrgangur og endurvinnsla. Þetta sem sagt lang áhrifaríkustu þættirnir til að ná árangri í þessu mikilvæga málaflokki. Þarna einnig vitnað í aðgerðaráætlun sjálfbæra orkunýtingu sem var unnin fyrir Reykjavíkurborg árið 2011.
Og þar kemur fram að samgöngur, svo tökum þann flokk fyrst, að þá aukin metannotkun í bílaflotunum talin vera 2%, það að sjónum 2% áhrif til mótvægisaðgerða. Bætt hjólastíganu 29% og endurnýjun bílaflotans aðeins 0,2%. Nú þetta 4 eða 5 ára gömul skýrsla sem að þetta byggir á og ég veit ekki hvort að það hefur breyst mikið, en mér finnst þetta þó benda til þess að því sem oft haldið fram að endurnýjun bílaflotans og kaupa nýrri bíla, hún hefur kannski ekki eins mikil áhrif og margir hafa viljað haldið fram. Svo lengi sem að eru ekki til staðar orkuskipti. Nú, landnotkun, þétting byggðar, það hefur komið fram, það 52%, það sem sagt langstæðsti þátturinn í mótvægisaðgerðum og úrgangsmál, svo sem gasgerðarstöðu talin 10% og aukin úrvinnsla 4,8%. Nú, það hefur komið hérna fram að við búum svo vel í þessari vinnu að eiga hér nýtt aðalskipulag fyrir borgina og þar sett fram mjög nákvæm markmið og leiðir til að ná árangri á öllum sviðum og það snýst kannski fyrst og fremst þéttingu borgarinnar, styttingu vegalengda og breyttar ferðavinnur. Og stefnan svo að árið 2030 að þá fari 12% borgarbúa með almenningssamgöngum í stað 4% sem eru núna og fótgangandi og hjólandi verði 30% í stað 19% sem eru núna. Það gera samtals 42% sem að þýðir að ferðir einkabíla fara þó úr 75% eins og það núna niður í 58%. Við fengum hér heimsókn frá borgarstjóranum í Strasbourg í Frakklandi árið 1992 þegar að borgaryfirvöld settu af stað eða settu á laggirnar léttlestar samgöngur í borginni, að þá voru þessar tölur hlutfall hinna mismunandi samgönguhátta nákvæmlega það sömu og hér. Það að segja að það var 75% borgarbú í Strasbourg sem að fóru allra sinna ferða á einkabílum. Nú það komin í 46%. Þannig að á 25 árum að þá hafa þeir náð gríðarlega miklum árangri. Og eitt sem að þessi ágæti borgarstjóri sem gríðarlega mikill áhugamaður þessi mál sagði okkur að væri lykilforsenda til þess að ná árangri í þessu að efla almenningssamgöngur. Það væri einmitt ekki að auka flæði bifreiðar umferðarinnar, heldur að auka flæði almenningssamgangna. Gefa þeim miklu meira pláss á götum borgarinnar og auðvitað einnig þeim sem eru hjólandi og fótgangandi. Þannig að ráðlegging þessa reynda borgarstjóra ganga þvert gegn því sem að borgarfulltrúinn Halldór Halldórsson var að segja hér áðan nauðsyn þess að auka flæði bílaumferðar í borginni. Ég vil aðeins stækka eða aðeins svona líta líka svona víðar yfir sviðið vegna þess að það alveg rétt að bílaumferðar aftur að aukast í borginni og ein ástæðan og kannski megin ástæðan fyrir því allir svo gríðarlegi fjöldi ferðamanna sem að kemur núna hingað, komin yfir 1 milljón, verða 2 milljónir eftir 2-3 ár og sumir að segja að verða komin til 5 milljónir eftir ekkert mjög mörg ár. Og við verðum vör við það hér í borginni að bílaleigubílum fjölgar gríðarlega mikið. Eiginlega allir þessi bílar, eftir sem ég best veit, eru drifnir áfram með jarðefnaeldsneyti
Og það þýðir í rauninni að ferðamennirnir eru að ganga á sameiginlega auðlind okkar sem hér búum og störfum. Ekki bara hvað varðar slit og götum og þá ótrúlega pláss sem að hver bíl tekur. Heldur þessi bílar sem setja að pumpa kolefni úr iðrum jarðar og beint upp í andrúmsloftið okkar sameiginlegu takmörkuðu auðlind. Og þess vegna held ég og vil taka undir það sem hann Sigurður Ingi Friðleifsson, framkvæmdastjóri Íslensks orkusetur, hefur margoft bent á. Hann hefur skrifað fjöldan allan að greinum undanfarin ár. Það sem að hann heldur því fram að vandinn sem að við að etja séu rauninni ekki tæknilegs eðlis, heldur sé þetta innleiðingarvandi. Við höfum fögur markmið, fögur fyrirheit, það eru alls konar skýrslur gerðar og ákvarðanir teknar, en það erfitt að innleiða þetta. Vegna þess að innleiðingin, hún krefst breytinga á lífsháttum og hann bendir á að mikilvirk leið væri það að stórhækka kolefnisskatt hér á landi. Hann spyr í grein sem að birtist núna síðastliðinn desember í Fréttablaðinu hvað myndi gerast ef að bensínlíterinn færi í 300 krónur, og hann getur sér til að það myndi valda miklu írafári í samfélaginu, en hann bendir á að á móti mætti lækka aðra skatta til þess að þessi aðgerð myndi ekki lenda á heimilunum, en að hún myndi vera til þess að olíulíterinn, þegar hann var orðinn svona dýr, að þá fóru menn að hugsa í alvörunni það að nota aðra samgöngumáta heldur en að fara allra sinna ferða á bílum. Ég held að þegar að fjöldi bílaleigubíla hér á götum borgarinnar orðinn svona gríðarlega mikill, þá sé eiginlega út í hött annað en að taka þessar hugmyndir og röksemdir Sigurðar Inga Friðleifssonar mjög alvarlega. Og ég vildi óska þess að ríkisvaldið tæki mark á því sem að kemur fram í öllum hans skrifum og öllum þeim viðtölum sem hafa verið tekið við hann. Það hefur líka komið fram hjá OECD að fjölgun bílaleigubíla í borgum skekki hina venjulegu bílamynd dálítið, af því að á bílaleigum hlutfallslega mjög mikið af jeppum, litlum jeppum, og það sem sagt hlutfallslega mjög mikið af bílum sem eru tiltölulega stórir og sem losa tiltölulega mikið, og bílum sem eru tiltölulega eyðslufrekir. Þannig að ég held að þetta sé verðugt verkefni til að takast á við. Og að lokum ætla ég að segja það að ég tel að Reykjavík hafi mjög mikilvægu hlutverki að gegna. Borgin að mínu mati leiðandi í þessar umræðu hér á landi, og því miður það dálítið þannig að ríkisvaldið kemur á eftir mjög hægum skrefum, og það væri óskandi að þessi ríkisstjórn og sú næsta myndi sýna meiri metnað og meiri ábyrgð í þessum málum og vinni með borginni og sveitarfélögum að því að ná árangri í loftslagsmálum. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar, þetta auðvitað mjög mikilvæg umræða sem við erum að taka hérna loftslagsmálin, og við getum haft svona einhver skoðanaskipti það. En þegar ég tala flæði bílaumferðar, þá ég auðvitað að tala bara út frá þeirri staðreynd sem við stöndum frammi fyrir hér á höfuðborgarsvæðinu og í borginni. Auðvitað flest fólk kýs þennan samgöngumáta, og þessi samgöngumáti mengar,
og ef að flæði bílaumferðar meira þá mengar þessi samgöngumáti minna. Eitt þarf ekki útiloka annað. Það að bæta flæði umferðar bætir líka flæði almenningssamgangna. Og bættar almenningssamgöngur þýða væntanlega það að fleiri geta nýtt sér þær og bílaumferð minnkar. Í Strasbourg eru alveg ágætis umferðarmannvirki, reyndar ekki inn í gömlu miðborginni. Ég þekki Strasbourg ágætlega, allir hafi ekki verið að svona 30-40 sinnum. Hún er auðvitað þannig í gömlu miðborginni að það er bara ekkert hægt nánast að vera á bíl þar. En það er alveg ágætis umferðarmannvirki með góðu flæði allt í kringum borgina. Reyndar allt öðruvísi kerfi heldur en hér í Reykjavík. Eins og flesta borgir geta auðvitað boðið upp á. Hringakstur og slíka þætti sem við eigum erfiðara með hér, sökum landfræðilegra aðstæðna. Auðvitað eigum við að auka flæði almenningssamgangna. Það gerist bara leið og við aukum flæði umferðar. Sláum tværflugur í einu höggi, bætum almenningssamgöngur, bætum flæði þeirra og drögum mengun. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson. Ágæta borgarstjórn, forseti. Ég held því fram að þetta sé alrangt hjá borgarfulltrúanum Halldóri Halldórssoni og ástæðan er einföld og hún er svo að umferðarmannvirki borgarinnar eru takmörkuð verðmæti. Það er ekki hægt að þenja þau endalaust út. Það er ekki hægt að bæta endalaust nýjum akreinum við til þess að auka flæði umferðar. Það hefur margoft sýnt sig og eru margreynd vísindi að nýjar akreinar þær fyllast á cirka 5 árum og vandinn er þá sem sagt 5 árum síðar orðið nákvæmlega svo sami og varð. Eina lausnin er að auka almenningssamgöngur og nota bene almenningssamgöngur eru frábær lausn fyrir þá sem ekki vilja fara ferða sinna nema á bílum eða ekki geta það. Vegna þess að eftir því sem að fleiri nýta sér almenningssamgöngur eða aðra samgöngumáta því meira pláss skapast á hinum takmörkuðu umferðarmannvirkjum borgarinnar. Þetta er ósköp einfalt. Hjálmar Sveinsson hefur lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Halldór Halldórsson. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, enda var ég ekki að tala að bæta við akreinum, ég var að tala að bæta flæði umferðar. Þegar við ökum ofan úr Grafarholti hingað niður í miðbæ, þá ökum við undir Miðsla gatnamót vegna Suðurlandsvegar, við ökum undir Höfðabakkabrúna og við ökum yfir Miðsla gatnamót við Elliðaárnar og við stoppum á fyrstu ljósum við Grensásveg. Það myndi vera bæta auki flæði umferðar ef að þar væri umferðarmannvirki sem að þýddi það þyrfti ekki endilega að stoppa. Umferðin væri ekki hraðari og það þyrfti ekki að vera fleiri akreinar, en hún myndi renna betur. Og ég er alveg á því, við höfum ekki pláss fyrir fleiri akreinar, nema þá hugsanlega sérstaka akrein fyrir almenningssamgöngur. Og við höfum algjörlega stuttað það meira að segja í stefnu okkar, stefnu Sjálfstæðisflokksins, að það eigi að útbúa sérstakar akreinar fyrir almenningssamgöngur til þess að veita þeim ákveðin forgang. Ég er semst ekki að tala fyrir fleiri akreinum, ég er að tala fyrir auknum flæði. Það er það sem ég er að tala um í samhengi við þessi loftslagsmál. Ég ætla nú að láta því loki núna og lýsa því yfir að ég hlakka bara til að klára þessa skýrslu með því ágæta fólki sem við verðum að vinna með í þessum loftslagshópi. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, tekur næsta til máls. Já, forseti og borgarfulltrúar. Ég vil nú byrja á því að fagna því að það séu komin fram hér drög og
þessi hópur sé í raun og veru búinn að koma sér þá niður á svona ákveðin ramma það sem að er brýnast í viðbrögðum við loftslagsbreytingum og tek undir þakki til Hrannar Hrafnsdóttur sem að hefur borið hitann og þungan að þessari vinnu. Það er auðvitað þannig að viðbrögð við loftslagsbreytingum eru mikilvægasta verkefni samtímans og það er auðvitað þannig að við þurfum í þessum viðbrögðum þá þurfum við að breyta hegðun. Þannig er það bara og það er í raun og veru ekki raunhæflaust að ætla að viðhalda algjörlega óbreyttan lífstíl eða þróa áfram algjörlega óbreyttan lífstíl og bæta í hann í raun og veru með tæknilausnum. Og það er nú talað að afneita, sem betur fyrir hefur svona hennu svokölluðu afneitunarsinnum eða denialists, sem maður breiður nú fyrir sig enskri tungu. Þeim hefur auðvitað fækkað mjög í umræðinu loftslagsmál. En þeir eru þó enn til og að einhverju marki hafa afneitunarsinnar fært sig í átt að tæknilausnum. Það er að segja, við höldum óbreyttu ástandi og leysum það bara tæknilega. Við verðum hérna með sjálfkeyrandi bíla, alveg jafn marga eða fleiri jafnvel bíla en við erum með nú þegar. Þeir keyra bara sjálfir og þeir ganga jafnvel að einhverju leyti fyrir rafmagni og allt það. En þeir taka alveg jafn mikið pláss og þessi lausnir í raun og veru, ef eitthvað er þá hægir hún bara á getu okkar til þess að bregðast við þessum loftslagsvanda, því að þetta er vissulega vandi og eins og varðandi umferðarmannvirki að þar nú verið talað að henni ágæta setning svo ég bregði nú aftur fyrir mig enskri tungu með leyfi forseta, build it and they will come. Það er svona frasi sem er alþjóðlega þekktur. Byggðu það og þeir koma. Það á ágætlega við umferðarmannvirki og bíla og það á líka við hjólreiðastíga og göngustíga og umferðarmannvirki sem að gera fleirum mögulegt að ferðast þeim sem ekki kjósa að vera á bifreiðum. Það er til dæmis ágætis, við þurfum ekki að leita út fyrir landsteinana, ég ætlaði nú að fara þangað, það er allt svo gott sem kemur utanfrá, en það þarf ekki, við höfum bara ágætis dæmi þetta hér í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Það verið byggðir upp hjólreiðastígar og hvað gerist? Jú, fólk fer að nota það fer að nota reiðhjól meira til að komast ferða sinna. Það er umhverfisvænt, það er gott fyrir heilsuna og ef að við hefðum eytt öllum okkar kröftum í að bæta við mislægum gatnamótum til að komast hraðar milli staða þá værum við í raun og veru bara að auka vandann. Og af því að borgarfulltrúi Halldór Halldórsson talaði nú flæði umferðar, það er nú stundum svona eitthvað atriði í svona umræðum, þá verður einhvern veginn eitt atriði sem að stingur sig dálítið, sker sig úr og ég verð að segja það að mér fannst ræða Halldórs Halldórssonar þegar hún fór, borgarfulltrúa, þegar hún fór inn á þær slóðir að það væri hér mikilvægastu viðbrögðin við loftslagsbreytingum að hraða á umferð eða bæta flæði umferðar eins og hann kallaði, það er auðvitað ekkert annað en hraða á umferð. Það var svona heldur þunnur 13. skulum við segja og mér finnst það svona pínu lítið í ætt við svona denialista, afneituna sinna. Það á að leysa þetta bara einhvern veginn tæknilega og talandi tæknilausnir þá er reyndar bílaframleiðendur búnir að leysa þetta. Því að það eru eiginlega flestir bílar
sem eru framleiddir í dag eru með búnaði sem er þannig að þegar þú stoppar að þá drepur bíllinn á sér og þar að leiðandi blæs hann engu út á meðan hann er í kyrrstöðu, til dæmis á rauðu ljósi. Svo setur þú bara í fyrsta gír eða drive og hann kveikir á sér eins og ekkert, þú finnur einhvern veginn fyrir því og keyrir áfram. Það er engin útblastur á meðan að bifreiðin er kyrrstæð. Og ég ger nú fastlega ráð fyrir því að eftir svona 2-3 ár þá verði bara allir bílar svona. Allir nýjir bílar í það minnsta. Þannig að, og það einhvern veginn að það er ótrúlega ótrúverðugt að ætla að slá pólitískar keilur í umræðum loftslagsmál með því að gera efri hluta Grensásvegar, eða sem sagt halda því fram að með því að gera efri hluta Grensásvegar aðgengilegan fyrir fleiri ferðamáta en bíla á mikilli ferð og ætla að halda því fram að það sé aðgerð sem að gangi gegn því að sporna við loftslagsvandanum, það er auðvitað ótrúverðugt. Það er ótrúverðugt og það er ekki, þetta er málflutningur sem að í raun og veru, hann setur okkur svolítið niður þessi málflutningur. Hann gerir það verkum að við erum hér, við erum einhvern veginn, við verðum svona kauðsleg. Við verðum svolítið idiotar og þá nota ég orðið í grísku merkingunni. Og þið getið googlað það. Og ég held að það sé nefnilega Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúa, hann vitnaði hér í fræðimanni Sigurð Inga Friðleifsson, sem að telur að við eigum fyrst og fremst við innleiðingavanda að ræða, ekki tæknilegan vanda. Og þessi málflutningur sem að ég var að tala um hér, hann er ágætis dæmi um það. Við þurfum að breyta hugsanahættinum og við þurfum kannski að nota tækifærið og slá fleiri en eina flugu í þessu höggi. Við höfum ekki ótakmarkaðan tíma og það til dæmis að breyta hegðun okkar hvað varðar ferðamáta. Hún hefur auðvitað fjölþættari áhrif en bara þessi útblástusár. Því að við bætum þetta lýðheilsu í leiðinni, því fleiri sem við getum fengið til að hjóla eða til að taka almenningssamgöngur þar sem þú þarft raunverulega að labba nokkur skref og fara upp í strætisvagnin, hitta jafnvel annað fólk og umgangast það. Þetta hefur gríðarlega jákvæð áhrif á lýðheilsu. Þannig að þetta er margþættur ávinningur í þessu. Nú reyndar nefndi borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hér forgangsreinar fyrir almenningssamgöngur og þar náði hann sér nú aðeins á strik aftur og það er gríðarlega jákvætt. Og það er auðvitað þannig að forgangsreinar fyrir almenningssamgöngur, þær eru miklu mikilvægar en það að einhvern veginn reyna að hraða á umferð bíla eða bæta flæði umferðar eins og það kallað hérna. Og ég held að það sé mál sem að við eigum að taka föstum tökum strax. Við eigum að fara í samstarf við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu og ég held að reyndar það sé þegar búið að leggja grunn að því að setja forgangsreinarnar í forgang. Því að það er bæði, þá getum við aukið tíðni á stoppleiðunum, gert almenningssamgöngunar að tóli að ferðamáta sem fleiri geta nýtt sér og þetta er líka táknræn aðgerð sem skiptir miklu máli. En það er auðvitað í raun að veru samt til aður, þó ég hef nú verið að þusa hérna með einhverja smá neikvæðni, að þá er það auðvitað þannig að allt sem við gerum er svo sem ágætt. Þetta skiptir allt máli og þetta er gríðarlega, þetta er aðgerðirnar við loftslagsvandanum og viðbrögð okkar við þeim. Þetta eru gríðarlega margar litlar aðgerðir og stórar, en það er engar töfralausnir í sjálfu sér í þessu. Önnur en svo að breyta hugsanahætti, gangast við vandanum. Ef við viljum ekki horfast í augu við vandan, þá leysum við hann ekki. Og það er nú þannig með flest.
Ég vona að við getum sameinast öll þvert á alla flokka þau drög sem að hér liggja fyrir eða ef að kemur eitthvað sem að bætir þau þá er það náttúrulega mjög jákvætt og síðan þurfum við bara að fara að vinna enn markvissar en við höfum gert í þessum málum og þó höfum við gert margt vel. Við höfum náð miklum árangri varðandi flokkun sorps og bætta sorpbyrðu. Við náðum miklum árangri í hjólastígunum og að opna möguleika fleiri ferðamáta en einkabílinn. Við höfum náð nokkrum árangri með strætisvagnana eins og farþegafjöldin ber augljóslega merki. Þar þurfum við að taka ákvörðun svolítið það hvernig ætlum við að byggja þetta kerfi upp. Á þetta að vera þar sem við dekkum allt svæðið og þetta gengur tiltölulega strjálar ferðir eða ætlum við að fókusera þetta meira á ákveðin svæði. Og þar er ég auðvitað að tala í raun og veru borgarlínuna. Og borgarlínan er mál sem við þurfum að setja í meiri forgang en við höfum haft það. Og með þessum aðgerðum sem hér eru tíundaðar í þessum drögum að þá held ég nú satt að segja að við náum ansi langt og getum gert það á ótrúlega skömmum tíma. Þannig að ég fagna því mjög að þetta sé komið hérna fram, þetta er skýrt og við höfum þá skýr markmið sem við getum stefnt að. Takk fyrir. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið máli sínu og borgarfulltrúi Halldór Halldórsson hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúans. Já, forseti, góðir borgarfulltrúar. Já, það er svo mikið skrítið að hér sé tölur umræðu þetta mjög svo stóra mál. Ég ætla nú að hafna því að við séum að reyna að slá einhverja pólitíska keilur í þessu máli, hvað sem það varðar Grensásveg eða einhverja skoðanir okkar á umferðarmannvirkjum. Þetta eru bara skoðanir okkar á umferðarmannvirkjum. Það er ekki alltaf verið að reyna að slá pólitíska keilur þó maður segir sína skoðun. Það er bara einfaldlega þannig að það er mín skoðun að við getum náð betri árangri í mengunar og útblástusmálum ef við bætum flæði umferðinnar. Hvað stendur utan á leikskólunum og skólum? Bíll í lausagangi mengar, vinsamlega dreift á bílnum. Það dreif ekki allir á bílnum á ljósastýrum gatnamótum. Þannig að ég bara einfaldlega benda á þetta. Þetta er eitthvað sem við erum ekki að ávarpa þarna en kemur vel til greina að minni hálfu að ávarpa í einhvers konar bókum með þessari skýrslu. Og það sem að þið ágætu borgarfulltrúar eru að segja, borgarfulltrúi Björn Blöndal og borgarfulltrúi Hjálmar Sveinsson, ég sammála því að við bætum ekki við akreinum. En þið eru svolítið að segja að við eigum að pína fólkið af einum samgöngumáta yfir á annan. Og það gerist auðvitað, við nefndum Strasbourg áðan, það hefur auðvitað gerst í Strasbourg vegna þess að það nennir enginn að vera á bíl þar í miðborginni og það vita allir að það er ekkert hægt að bæta samgöngumannvirkin þar. Og þetta er auðvitað svolítið að gerast hér í miðborginni líka. Og smá saman að þá lærir fólk á það og ég meina bílastæðum hefur fækkað allan á ofanjarðar og svona hlutir hafa auðvitað ákveðin áhrif að fólk færist af bílnum og það er bara þróun í öllum miðborgum. En aðalleiðirnar fyrir fólki sem að býr í úthverfum og fólki sem er að koma inn í borgina, við eigum auðvitað að reyna að hafa þær eins greiðar og hægt er. Og með tilliti til þessa loftslagsmálin að þá getum við slegið þar 2 flugur í einu höggi eins og ég sagði áður. Halldór Halldórsson, borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari borgarfulltrúi Björn Blöndal. Já, forseti ágætu borgarfulltrúar, mér heyrist að Halldór Halldórsson hafi nú mistað hluta ræðu minnar og það er miður því að hún var góð en það er auðvitað þannig að þegar hann var nú að tala um lausaganginn að þá fór ég yfir það í nokkrum máli hver tæknilega lausnin á því er og ætla ekki að eyða meiri tími í það er hægt að nálgast upptöku af þessari góðu ræðu á internetinu. Halldór kýs að nota orðið pína, það er að segja að við viljum pína fólk til þess að nota ekki bíla. Og það er auðvitað
það þá væntanlega skoðun eins og hitt sem hann lýsti, en það auðvitað þannig að það er ekki verið að pína neitt til að gera neitt þegar að fókusin fyrst og fremst á að bæta aðstæður fyrir þá sem vilja nýta sér aðra ferðamáta en bílinn. Og sannleikurinn er sá að umferðarkerfi á höfuðborgarsvæðinu það annar algjörlega þeirri umferð sem hér nema 3 klukkutíma á dag. Sennilega ekki alveg 3, það eru 2 klukkutímar á dag. Og það er hægt að fara ótrúlega marga leiðir að því að leysa þetta. Fyrsta leiðin er auðvitað að gera þeim kleift sem vilja að nota strætó eða hjóla eða ganga. Það er búið að gera heilmikið í því. Aðgerð sem hefur ekki verið notuð neitt mikið, einlega ekki neitt, er að hafa aðeins mismunandi tíma á hvenar þú ert að ferðast til vinnu. Það myndi muna heilmiklu. Og ég held til dæmis að það að komast úr Vesturbæ Reykjavíkur og upp í Grafarholt á 10 mínútum, þó nokkuð margra kílómetra leið, það bendi ekki til þess að umferðarkerfi hér sé allt í steig. En á álagspunktum að þá eru auðvitað ákveðnar umferðartafir. Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur lokið að svara andsvarið. Þá er andsvörum lokið og fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs. Jú, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að taka til máls. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég sakna þess svolítið í þessari skýrslu að það hefur ekki verið komið inn á tiltekna loftmengun. Eins og til dæmis það þegar að götur Reykjavíkurborgar eru ekki þrifnar eins og skyldi og eins þegar grassláttur hefur verið trassaður hér í borginni. Við vitum það að fjölmargir stríða við ofnæmi og við vitum það að lungnasjúklingar þeir þola illa loftmengun frá ryki sem þyrlast upp ef göturnar eru ekki þrifnar og ég hefði viljað sjá þessa stefnu taka á þessum atriðum. Aðeins varðandi loftmengun frá bílum sem að borgarfulltrúinn Björn Blöndal kom inn á að þá sé ég nú ekki að við drögum mikið úr þeirri loftmengun miðað við það hvernig samgöngum í Reykjavík er stýrt í meiri hlutatíð ykkar hér. Þar sem að þið hafið gert einkabílnum sífellt erfiðara fyrir að komast á milli borgarhluta og hér myndast langar biðraðir og með tilheyrandi útblæstri bíla sem að standa í lausagangi við umferðarljós og við umferðarteppur í borginni bæði á morgnana og á kvöldin. Ég held að ef það verði ekki vikið frá þeirri stefnu, samgöngustefnu sem þessi meirihluti hefur staðið fyrir, að þá muni því miður loftmengun í borginni aukast. En við munum því miður ekki draga úr henni. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu og Björn Blöndal, borgarfulltrúi, hefur óskað eftir að veita andsvar við ræðu borgarfulltrúa hans. Forseti, borgarfulltrúar. Já, það er auðvitað mjög mikilvægt að halda götum hreinum og það er nú gert hér með bara ágætis hætti. Það er náttúrulega kannski ekki það mál sem að við myndum setja í hæsta forgang sem viðbrögð við loftslagsmálum. Þetta er nú bara svona almenn. Þetta er í raun og veru bara svona, þetta er svona eitthvað sem er bara gert. Það er við sláum gras og við sópum götur og hvort tveggja er gert með miklu myndabragði hér í borg þó að einhverjir hafa nú reynt að láta lítið út fyrir annað. Varðandi umferðina þá er það náttúrulega ekki þessi meiri hluti eða sá síðasti sem að bjó til þessar umferðarraðir og ég held að meðan við fjölgum farþega og þeirra sem fara göturnar að þá höfum við náð hans í góðum árangri og ég held að borgarfulltrúi Marta Guðjónsson ætti að kynna sér tölfræði á bak við þetta. Farþegum í strætó hefur fjölgað gríðarlega
Bílum á götunum hefur fjölgað gríðarlega og það er kannski rétt að taka fram að á hverjum tíma hér í Reykjavík síðustu ár hefur fólki fjölgað ansi mikið og við erum líklega með 30.000 ferðamenn hér á hverjum tíma. Mjög margir þeirra á bílaleigubílum. Flæði umferðar í Reykjavíkurborg er ekkert vandamál nema 2 til 3 tíma á dag. Og við því eru hægt að gera mjög margt skynsamlegra heldur en að byggja mislæg gatnamót. Og ég hef reyndar ekki orðið var við það að Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi eða aðri borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokksins hafi komið með neina raunhæfa lausn á því hvernig við ætlum að taka niður allar þessar raðir. Að þessar umferðarteppur sem myndast tvisvar á dag. Því að það hefur verið sýnt fram á það bæði hérlendis og erlendis að ef þú fjölgar akreinum og byggir fleiri mislæg gatnamót þá fjölgar bara bílunum og raðirnar hverfa ekki neitt. Svoleiðis er það bara. Kíkja á netið. Borgarfulltrúi Björn Blöndal hefur lokið við að veita andsvar, þá svarar borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir andsvari. Forseti, góðir borgarfulltrúar, einmitt þetta sem að borgarfulltrúin Björn Blöndal kom inn á, að bílaleigubílum hefur fjölgað í borginni. Það er alveg rétt. Ferðamönnum hefur fjölgað og það er eins og Reykjavíkurborg gerir sér ekki grein fyrir því að hún þurfi að hafa innviðina hér í lagi til þess að taka móti auknum fjölda ferðamanna. Meðal annars að hafa samgöngurnar hér í lagi og meðal annars að umferðin að götur borgarinnar beri uppi alla þá umferð sem fylgir þessum aukna ferðamannaströmmi. Hins vegar það sem hann segir að við höfum ekki komið með lausnir eða tillögur varðandi það hvernig við ætlum að leysa þessi umferðarmál, þá vísa ég þegar alfarið á bug. Við höfum oft bent á það að það verði að forgangsraða í þágu samgöngumannvirkja hér í borginni. Við þurfum að auka umferðarflæðið. Við höfum bent á ýmsar lausnir með mislægum gatnamótum og öðrum kostum sem að gætu dregið úr þessum umferðarteppum sem að auka mengun í borginni. Borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur lokið við að svara andsvari, þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Björn Blöndal. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara til að árétta það. Ég sagði við borgarfulltrúa Mörtu Guðjónsdóttir að borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins hefðu ekki komið með aðra lausnir en þá að byggja mislæg gatnamót og fjölga akreinum. Og það er engin lausn. Það sýnir sig hér, það sýnir sig alls staðar í heiminum. Það er bara engin lausn. Og það sem að er hér í gangi, og það er bara mjög athyglisvert, það er nákvæmlega það sem að var komið inn á hér áður, að þetta er í raun og veru huglægur vandi. Það eru ákveðin öfl í samfélaginu sem eru einfaldlega þeirra skoðunar að við eigum engu að breyta. Við eigum að finna tæknilega lausn á að viðhalda nákvæmlega þeirri hegðun sem við viðhöfum í dag. Og þessin eru nefnt mislæg gatnamót, sjálfkeyrandi bílar, meiri hraði og svo framvegis. Og þetta er bara, við getum hjakkað í þessu fari endalaust og það leysir ekki neitt og hitinn hækkar bara í 4 gráður. Bara 4 gráðum hlýrra í jörðinni heldur en það er í dag. Og þá svo sem verður þetta sjálfsagt ekkit vandamál fyrir neitt, því að við verðum þá bara á kajökum eða eitthvað. Björn Blöndal borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni og þá er andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljóðs og þá er umræðum þennan lið lokið. Við göngum til 3. liðar og útsendur dagskrár.